Komið í sæl. Það hefur verið enn einn dýrðardagurinn hérna á landinu í mestallan dag og það hefur verið nánast léttskýjað eða heiðskýrt á öllu landinu ef undan er skilið þá Vestmannaeyjar og Höfn í Hornafirði þar sem þokan náði inn tíma, en við sjáum hér þróunina í kvöld, nótt og morgun og það er í raun ekkert að vera annað en að hæðin er svona meira að setjast yfir landið en lægðirnar snúast hérna sjálfa sig hérna langt suður af Hvarfi á Grænlandi og koma ekki til sögu þá fyrir en svona líklega fimmtudag úr þessu. Á hitasviðinu þá sjáum við að við erum inn í mjög hlýjum loftmassa og þannig verður þetta næstu daga en það er náttúrulega, má segja sem svo að þegar að hæðin er komin yfir landi að þá er vindur líka orðinn mjög hægur og þá er þetta raunverulega bara hægbreytileg átt víðast hvar en aftur á móti er þá þegar að það gerist er að þá myndast hafgola þegar að sólin skín á landið og hittar það mjög hratt og við sjáum hvernig líkurnar aukast á þoku hérna með sérstaklega hérna Vesturlandi, Faxaflói, Breiðafirði og norður á Vestfirði. Þannig að þar sem að þoka nær á morgun þá mun hún hafa töluvert mikil áhrif á hitastigið eins og sjáum hér bæði í Reykjavík og í Stykkishólmi að þar gerum nú spálíkunin ráð fyrir að það geti verið einhver þoka hérna alveg við ströndina en hún nær nú líklega ekki langt inn á land en hún hefur þau áhrif að hitatölur verða mun lægri en verið hafa. Hins vegar sjáum við að Vestfirði virðist að sleppa mestu leyti, aðrir hlutar eru svipaðir og hafa verið. Það gæti létt til í Vestmannaeyjum en þetta er þokan mun alltaf svona svífa fram og tilbaka næstu daga. Þannig að það er óskup svona litla breytingar og inn til landsins verður hins vegar mjög bjart og fallegt veður. Svo sjáum við hvernig þetta svona fram til þriðjudags að það eru í raun eiginlega enga breytingar, hægur vindur, bjart inn til landsins en líkur á þoku við ströndina. Þetta gæti svona verið svolítið sami svanasöngurinn fyrir næstu 3 daga og það er í raun bara, eins og segir, léttskýjað á öllu landinu nema þar sem að þokan nær þá að stíga inn og þar mun hins vegar kólna nokkuð hraustlega. Til dæmis hér þriðjudag gerir spáin ráð fyrir að þokan ná inn á Bolungarvík en ekki inn á Patreksfjörð. Þannig að þetta geti snúist við en svona gerir nú allan spáin ráð fyrir eins og staðan er núna. Og frá þriðjudegi til miðvikudags það er í raun óskaplega litla breytingar nema að núna geti þokan líka náð inn á norður og austurland og þá hins vegar kannski léttir til aftur hérna vestan til þannig að þetta er í raun svona þetta þá fara hitatölurnar fyrir norðan aftur að síga niður en við fáum hins vegar kannski aðeins betri tölur hérna á suðvesturhorninu aftur en á öðru leyti eru óskup litla breytingar þannig lagað. Á fimmtudaginn aftur á móti þá er að sjá að lægðin loksins komin til okkar og þá fer nú að rigna hérna á vesturhelmingi landsins til að byrja með og svo færist lægðin hérna yfir landi þegar nær dregur helgi og það mun rigna í flestum landslutum. Í Skandinavíu er bjart og fallegt veður á morgun á svona víðast hvar hérna nyrst, svo eru hérna skúrabelti miðbik álfunnar og svo léttir til aftur hérna síðst og suður undir Miðjarðarhafi. Hitatölur orðnar býsna fínar hérna 25-28 gráður, nokkuð víða við Miðjarðarhaf, svalara í skúraloftinu og það er eins og verið hefur, það gætu verið eldingar inn á milli í þessu skúralofti. Bakkinn sem var hérna yfir norðvestur Spáni er nú komin hér inn í söður Frakkland en að öðru leyti bara fínasta veður á Íberíuskaganum. Á Kanarí er norðaustan átt, skýjað með köflum og hiti svona milli 20-25 stig og það er ekki hægt að útiloka að gæti fallið einhverja stöku skúrir að auki. Vestur haf, það er bjart í Kaliforníu en annars eru nokkuð víða skúraleiðingar, hitinn orðinn býsna hár hérna í Suðurríkjunum en annars svona á pari við það sem búast má við á þessum árstíma. En ef við lítum síðan örlítið yfir á kortið fyrir morgundaginn aftur að það er víða léttskýjað inn til landsins en það gæti læðst inn þoka hérna með suður og vesturströndinni. Þannig að þá myndi hún hafa töluverð áhrif á hitastigið hjá okkur. En við látum þetta gott heita í kvöld, verið þið sæl.